nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Himneski Guð, þú sem reistir son þinn frá dauðum, hjálpaðu okkur til að syrgja ekki eins og þau sem ekki eiga vonina eilíft líf. Hjálpaðu okkur að sigrast á óttanum við dauðann, í öruggri vissu upprisu og eilíft líf. Minnt okkur á að þú telur dag okkar, svo við megum öðlast viturt hjarta fyrir trún á Jesú Krist. Blessa þessa stund í helgidómi þínum og láttu okkur finna huggun og styrk fyrir samfélagið við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð, í Sýraksbók stendur skrifað: Traustur vinur örugg vörn, finnir þú slíkan áttu fjársjóð fundinn. Traustur vinur verðmætari öllu og engan kvarða það skildi hans metið. Traustur vinur sem ódáinn strykkur, sá sem drottinn óttast mun slíkan finna.
Sá sem óttast Drottinn vandar val vina. Hann heldur sér að slíkum sem honum sjálfum líkjast. Amen. Heyrum þessi orð postulans. Helguðu vinir sem hafi fengið köllun til himinsins, horfið til Jesú, postula og æðsta prest þeirrar trúar sem við játum. Hann var trúr Guði, hafði skipað hann eins og var Móse í öllu hans húsi. En hann verður meiri dýrðar en Móse, eins og sá húsið gerði á meiri heiður en húsið sjálft. Sérhvert hús hefur einhver gert, en Guð sá sem allt hefur gert. Móse var að sönnu trúr í öllu hans húsi eins og þjónn. Hann átti að vitna það sem boðað skyldi síðar. En Kristur sonur og trúað fyrir að ráða yfir húsi hans. Og hans hús erum við, ef við höldum djörfunginni og voninni sem við miklumst af. Amen.
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Jesú nafni. Jesús sagði: Sannlega, sannlega segi ég yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi ég yður, sú stund kemur og þegar komin, að hinir dánu munu heyra raust Guðs sonarins, og þeir sem heyra munu lifa. Eins og Faðirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann veitt syninum að hafa líf í sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm, því hann mannssonur. Undrist þetta eigi. Sú stund kemur, þegar allir þeir sem í gröfunum eru, munu heyra raust hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hið góða, munu rísa upp til lífsins, en þeir sem dríkt hafa hið illa, munu rísa upp til dómsins. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lofs sé þér Kristur. Náð sé með yður og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag verður einn af sonum Ísafjarðar, Tryggvi Sæberg Einarsson,
jarðsunginn og borinn til moldar. Ísafjörður endurheimti kaupstaðarréttindi sín árið 1866 og þá stóðu öll húsin í kaupstaðnum á sjálfri eyrinni fyrir neðan kirkju. Fyrir ofan kirkjugarðinn var Eyrarbærinn og Eyrartúnið og svo hérna í fjallshlíðunum og inn með firðinum stóðu bóndabæir. Fyrir rúmri öld stóð í hlíðinni fyrir ofan eyrina bjálkahús sem nefnt var Hlíðarendi, sem íþróttafélagið Ármann hafði nýtt fyrir sína starfsemi. Afi Tryggva, Jón Pálsson Andrésson, keypti Hlíðarenda. Hann byggði við og hækkaði húsið uns það fékk á sig núverandi mynd. Og þegar byggðin fór að teygja sig upp í hlíðina, þá var húsið Hlíðarendi skilgreint sem Urðarvegur 10. Í þessu húsi Hlíðarenda fæddist Tryggvi Sæberg þann 5. apríl árið 1949. Þar ólst hann upp og sleit sínum barnsskóm. Fyrir 2 árum síðan flutti Tryggvi svo aftur í gamla húsið, ættaróðalið, sem hann bar svo sterkar taugar til og hafði haldið við af mikilli alúð. Og þannig má segja að lífsring hans hafi verið lokað. Hann var kominn aftur í húsið sem hann var fæddur í. Það sama hvert leið okkar liggur í lífinu. Sama hvert við förum til að sinna vinnu eða öðru, orðið heima vísar alltaf heim til staðarins þar sem við fæddumst og ólumst upp, til Ísafjarðar í faðmi blárra fjalla. Tryggvi bar nafn með réttu, því hann var einkar trygglindur maður, trúr fjölskyldu sinni og ættingjum, vinur vina sinna, góður maður til að vinna með, og þannig eru hinir bestu menn. Trú og traust eru náskyld orð. Til að trúa, það þarf að treysta því að Guð sé til. Og á þeirri grundvallar trú er allt annað traust reist. Traust til heimsins og traust til annarra manna. Og Tryggvi var svona traustur og gegnumheill maður vegna þess að hann hafði notið ástríkis góðrar móður og föður og alist upp í faðmi stórfjölskyldunar á Hlíðarenda. Foreldrar hans voru hjónin Björg Aðalheiður Jónsdóttir og Einar Ingiberg Guðmundsson og bjuggu þau á efri hæðinni á Hlíðarenda. Var Tryggvi Sæberg yngsta barn þeirra af alls 5. Garðar var elstur, svo komu systurnar Þorgerður Sigrún og Ingibjörg Steinum. 4 árum eldri en Tryggvi var svo bróðirinn Guðmundur Sigurbjörn. Og svo var það uppeldissystir þeirra Þorgerður Arnórsdóttir sem ólst upp á neðri hæðinni hjá afa þeirra, Jóni Andrésinni og seinni konu hans, Guðrúnu Kristjánsdóttur. Þessi heimur stórfjölskyldunar er því miður horfinn heimur. Liðinn er sá tími þegar 3 ættliðir bjuggu undir einu þaki og allir hjálpuðust að við heyskapinn eða fiskverkunina eða unnu saman að heimilisiðnaði. Í dag erum við öll að bauka í sitt-hvoru horninu og sinnir hver sínu og hefur sinn skjá til að grúfa sig yfir. Og nema von að samheldni fjölskyldna hafi minnkað með þessari nútímavæðingu samfélagsins. Tryggvi ólst upp við sveitabúskap, enda þótt faðir hans væri sjómaður. Afinn var með kindur og tún í hlíðinni og eins inni á fossum í Engidal. Þangað var farið á sumrin til að heyja og oft var gaman í heyskapnum
enda tók Tryggvi ástfóstri við þennan stað og löngu seinna þegar hann var orðinn fullorðinn, þá reisti hann lítið sumarhús rétt hjá lautinni þar sem þau voru vön að tylla sér niður og fá sér kaffi þegar hlé var gert á heiðvinnunni. Tryggvi var alinn upp á trúuðu heimili. Björg, móðir hans, sótti samkomur hjá hjálpræðishernum og var í svokölluðu heimilissambandi, en þar komu saman konur til að sauma og prjóna, syngja og biðja. Það er hluti af góðu uppeldi að kenna börnum bænir og vers. Kvöldbænirnar veita barninu öryggi sem er nauðsynlegt í ótryggum heimi og slíkt traust er hið besta veganesti út í lífið. Sjálfur var Tryggvi andlega þenkjandi. Hann tók virkan þátt í starfi Sálarannsóknarfélags Ísafjarðar meðan það starfaði og það stóð hér fyrir miðilsfundum og ýmsu fleiru. Þá hafði Tryggvi líka mikinn áhuga á draumum og tók mark á þeim. Í Biblíunni notar Guð stundum drauma til að koma skilaboðum og visku á framfæri við mennina. Tryggvi átti það til að hringja í vini sína og spyrja hvað væri að gerast hjá þeim. Og stundum gat ástæða símhringingarinnar verið sú að Tryggva hafði dreymt viðkomandi nokkru áður. Í draumum er undir meðvitundin að vinna úr alls kyns reynslu og hugsunum. Ég les hér upp kveðjur sem hafa borist. Elsku vinur, takk fyrir samfylgdina og samstarfið. Guð varveiti minningu þína. Og undir þetta rita þínir vinir Einar Víglundsson og Jóhanna Rögnvaldsdóttir. Þá er kær kveðja frá Elísabetu Einarsdóttur og Ágústi Oddssyni. Eins flyt ég innilega saknaðar kveðjur frá Magnúsi Hrafni Einarsinni. Þegar Tryggvi hafði lokið skyldunámi sínu hér á Ísafirði, þá fór hann að vinna í frystihúsinu, líkt og margt ungt fólk gerði þá daga. Og hann sýndi reyndar ýmsum fleiri störfum, eins og að vinna við pípulagnir. Lengst vann hann þó í Rækjunni í Niðursuðuverksmiðjunni. Hann var þar verkstjóri og svo sá hann að sjóða niður Rækjuna og náði góðum tökum á þeirri tækni. Á þessum árum leigði hann sér íbúð hér niður í Sólgötu, en seinna keypti hann sér íbúð í Urðarvegsblokkinni. Tryggvi þótti góður vinnufélagi, hann var traustur og áreiðanlegur. Ísfirðingar voru frumkvöðlar í rækjuveiðum og vinnslu, einnig vorum við skeið með að vinna hörpuskel, en því miður þá var þessi rekstur brokkgengur. Til illa áræði þá reyndu menn að hagræða og stokka upp reksturinn. Og eftir Niðursuðuverksmiðjunni kom fyrirtæki Ritur og svo Básafell. Eftir að Básafell fór í þrot þá vann Tryggvi tíma við akstur hjá gámaþjónustu Vestfjarða. Nokkru síðar bauðst honum starfi Niðurstöðu og Akranesi hjá fyrirtæki sem nú ber nafnið Akraborg. Þar vann hann út allan sinn starfsaldur og bjó sér heimili á Skaganum. Hann sauð mikið niður þorsklifur og kom stundum færandi hendi með þorsklifur til ættingja sinn og vina. Meðan Tryggvi bjó fyrir sunnan, þá fór hann oft helgar í bæinn að hitta gamla Ísfirðinga, gamla bekkjarfélaga og vini. Var gjarnan hist á kaffihúsi eða í bakarí. Ég flyt hér kveðjur frá árgangi 1949 á Ísafirði. Við, skólasyskin Tryggva, sendum samúðarkveðjur til ástvina hans, leið og við þökkum minningar kæran skólabróður og góðan dreng. Eins eru saknaðar kveðjur frá Eiríki Böðvarssyni, rækjuforstjóra, en hann er staddur út á Spáni og gat því ekki verið hér í dag. Tryggvi var bíláhugamaður
og átti góða bíla, enda ók hann töluvert landið. Á hverju sumri kom hann hingað vestur til að hitta stórfjölskylduna og dytta að Hlíðarenda. En Tryggvi var, eins og áður sagði, einstaklega trúr sínu fólki. Hann snerist í kringum það og vildi allt fyrir það að gera. Hann var líka einn af þessum mönnum sem vildi helst vera sívinnandi og í því líktist hann afa sínum Jóni Andréssyni sem taldi vinnusemi öðrum dygðum meiri og betri. Hann átti það stundum til að taka hjól sem frændur hans og frænkur eða börn þeirra höfðu átt og laga þau og hann taldi ekki eftir sér handtökin og ekki sótt hann heldur eftir hrósi. Ég flyt hér samúðarkveðjur frá Pétri Sigurgeiri Sigurðssyni, gömlum vinnufélaga og Kristínu Böðvarsdóttur, eins kveðja frá Valgeiri Guðmundsssyni og Hildi Bæringsdóttur. Tryggvi var svolítill dellukall í sér. Hann tók svona tarnir eins og þeirra ættfræði átti hugans allan og þar áður hafði það verið ljósmyndun. Enda þó Tryggvi hefði verið alinn upp við kindur og heyskap, það hafði hann ekki áhuga á því að verða frístundabóndi með nokkrar rollur í húsi. En bóndi átti hann nú samt eftir að verða og það á Hlíðarenda. Þannig var að Kristján systursonur hans var með nokkrar hænur í kofa og girðingu og fékk Tryggva með sér í þetta til að sjá hænurnar þegar hann var fjarri. Kom sér nú vel að vinur Tryggva á rækjunni, Hrafn Nordal, hafði reynsla svona hænsnabúskap en þeir höfðu verið vinir til áratuga og mikið hringst á. Tryggvi hafði gaman af að hugsa hænurnar. Hann talaði við þær og tíndi upp eggin sem þær vertu og líklega voru þetta einar 11 hænur. Tryggvi grínaði stundum með að þetta væri nú eiginlega sambýliskonur hans og eftir hann hafði lagt rafmagn í hænsnakofan þá kallaði hann það hús Taj Mahal. Já, góður húmor kryddar tilveruna og traustur vinur sem ódáinn strikkur. Sá sem drottin óttast mun slíkan finna. Ég held að allt húsdýrahald sé mannbætandi. Það bæði gefandi og þroskandi að hugsa dýr. Sérhvert húsdýr hefur sinn persónuleika og geðslag og þegar maður umgekkst þau og talar við þau þá fær maður innsæi og skilning. Lífsfylling og lífshamingja. Þetta kemur með því að eiga góða fjölskyldu og vera sjálfur góður vinur og umfram allt að kunna þá list að una glaður við sitt. Tryggvi naut þess að ferðast innanlands og hitti þá gjarnan vini og nákomna. En utanlandsferðir vöktu lítinn áhuga hjá honum. Ég held að Tryggvi hafi bara farið einu sinni til útlanda og það var vinnuferð til Borgmundarhólms í Danmörku. Samt var hann glaður og undi vel við sitt. Sunnudaginn 11. janúar síðastliðinn óð Tryggvi Sæberg inn á Ísafjarðarflugvöll. Hann ætlaði að taka á móti systur sinni sem var að koma fljúgandi sunnan. Tryggvi Sæberg varð brákvaddur undir stýri þegar hann kom inn á bílaplanið við flugvöllinn. Hann var á sínu 77. aldursári þegar hann lést. Blessuð sé minning góðs manns. Þetta atvik sýnir okkur að það getur verið stutt milli lífs og dauða, það sem eitt skref aðskilji okkur frá dánarheiminum og það skref getur verið fljótstigið. Ég flyt hér samúðarkveðjum frá sonum Ingibjargar, þeim Kristján, Arnari, Guðmundi og fjölskyldum þeirra. Sömuleiðis senda synir Guðrúnar, Ísak Einar og Þorri Geir ásamt fjölskyldum sínum innilegar samúðarkveðjur. Og það eru hugheilar samúðarkveðjur frá Reyni Péturssyni sem staddur úti í Tælandi. Aldraður frændi Tryggva í föðurætt. Valur Sigurbergsson hefur einnig beðið fyrir kveðju. Og hjartans samúðarkveðjur eru frá Grétari Þór Magnússyni og fjölskyldum.
aðrir kveðja í fjarlægð. Ástvinir Tryggva þakka fyrir auðsynda samúð og hlýhug. Í minningu hans Tryggva bjóða þau okkur til erfidrykkju í sal Oddfellowa. Kista Tryggva verður borin úr kirkju og flutt inn á Réttarholt þar sem hann fær sitt hinsta leg í faðmi fjalla blárra, í dalnum þar sem hann var svo oft við heyskap með fólkinu sínu. Það er svolítið sérstakt. Þegar ástvinir Tryggva fóru inn í Réttarholtskirkjugarð að velja legstæði, það var ekkert laust á því svæði sem þau höfðu helst horft til. En þá gerist það undarlega að rétt áður hafði verið hringt í kirkjugarðsvörðinn og fráteknu leiði hafði verið skilað. Það var eins og einhver ósýnileg hönd hefði þarna kippt í spotta og fyrir jafn andlega þenkjandi mann eins og Tryggva það hefði hann án efa geta lagt eitthvað út frá þessu. En það er samt víst að það er mikið djúp sem skilur okkar heim frá ríki hinna dauðu. Við sjáum ekki þar yfir, en Jesús hefur farið þar yfir og opnað okkur leiðin í himinn Guðs. Og hann segir við okkur, Kristur segir við okkur, sannlega, sannlega segi yður, sá sem heyrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stiginn yfir frá dauðanum til lífsins. Sannlega, sannlega segi yður, sú stund kemur og er þegar komin að hinir dánu munu heyra röst Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lifa. Það sem Tryggvi mat mest hér í lífinu var hans nánasta fjölskylda. Og ég trúi því að hann sé núna hjá fólkinu sínu, himneskri sælu í, heima hjá Guði. Í þeirri von kveðjum við hér og segjum, dýrð sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vexendar líð þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Lifandi Drottinn, vert okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi. Helga þú jarðlífssporin, svo við studdum á þinni. Hljótum þó arfleið sem þú hefur kallað okkur til. Blessað okkur öll í lífi og dauða. Blessað þú minningarnar hann Tryggva Sæberg Einarsson, sem við kveðjum hér í dag. Og lát þær bera þér vitni okkur öllum til blessunar. Við þökkum þér fyrir það að þú gafst okkur hann Tryggva Sæberg. Þökkum þér fyrir allt það sem við nutum af hans hendi. Við felum þér hann og framtíð okkar allra. Veittu honum þín eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Í Jesú nafni þá segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur. Tryggvi Sæberg Einarsson, af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa.
Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkn lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags Anda. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor Jesú Krist.